hver ætli þetta sé? Þetta er einn frægasta skáld Suður-Ameríku og áhrifamesta. Þessi maður var blindur. Ég veit ekki hversu lengi hann var blindur. En hann var allavega blindur þegar hann kom í heimsókn til draumalands æsku sinnar sem hét Ísland. Og hann átti stærra safn íslenskra bókmennta og bókmennta nútíma sem annara en nokkur annar maður í allri Ameríku er fráviðtalinn háskólasafnið Fisks í Cornell University í New York, upstate New York, sem er stærsta bókasafn, íslenska bókasafn í heimi fyrir utan þjóðarbókhlöðuna. En þegar hann kom fyrst til síns draumalands, þá bauð Matthías Jóhannesson honum í bíltúr. Matthías segir þessa sögu. Einhverju sinni þegar María Kótama Borges kom til Íslands, ég bauð henni hingað. Hún var eiginlega Borges endurborn í vissum skilningi. Hún lifði fyrir minningu hans. Matthías segir við Borges hvort sem ekki bjóða honum í bíltúr á slóðir uppáhalds skálds hans. Jú, sagði blindi maðurinn. Og svo var keyrt Mosfellsdal og þá stöðvar Matthías bílinn og segir: Borges, nú er vont að þú skulir ekki hafa sjón. Að því við erum staddir á veginum andspænis kirkjunni á Mosfelli og þeim bæjarrústum eða hvað þetta nú allt er. Þar sem Egill Skallagrímsson, hinn blindi, fól silfur sitt og draf þrælana sín og kom svo heim, var leiddur heim. Borges stígur út úr bílnum og lítur upp á þetta fjall og segir svo við Matthías: hafði ekki neinar áhyggjur af sjón minni, Matthías, því að ég sé Mosfell með sömu augum og Egill Skallagrímsson. Við það, sagði Matthías, þagnaði ég, hafði vitað því. Síðan skimaði Borges í allar áttir og þefaði og hnusaði af staðnum og stóð lengi við. Að sjálfsagt að rifja upp einhverja sögur af agli eða kvæði eða hvað hann var. Kannski hefur hann farið með Sónadorrek, eitthvað álíka, langt og fagurt og djúpt. Jæja, ferðinu var haldið áfram og kom til Þingvalla. Og þá hafði Matthías vitað að Steinhalda K.J. Hann bara leiddi blinda skáldið af stað niður gjána og skáldið tók bara strikið
og kunni þetta landslag utan að. Svo allt í einu kveður mikil raust við í gjánni á spænsku og flutt eitthvað óskaplega stórfenglegt ljóð. Einhver ballaða eða eitthvað, segir Matthías. Og Matthías fann eiginlega, segir hann, sko, bara aldirnar koma hverja af annarri yfir þennan stað, yfir þetta þingheldi, yfir þessa þjóðhátíðar stað. Og kom ekki nálægt Borges, gekk bara í humátt á eftir honum. Borges hafði nefnilega áttavita þarna. Hann heyrði niðinn í Öxará og hann nálgaðist þann nið og stóð svo á brúnni og hlustaði á drekkingarhyl og fossinn, Öxarárfoss, og þar stóð hann við lengi. Þessi maður lifði í allt öðrum heimi, heldur við. Eins og hann lifði í Völundarhúsi, bjó upp í Völundarhúsi. Eins og bækur hans bera með sér. Ég hitti Borges aldrei, en ég hitti Maríu Kódömu Borges oft og eftir að segja frá henni. Og þá sjálfsögðu í Buenos Aires. Borges var látinn þegar ég fór að flækjast þangað. Í fyrsta sinn á vegum Leonard Bernsteins og kannski Maríu Kódömu. Ég þarf aldrei að spyrja hann að því. En hún tók mér svo opnum örmum í Buenos Aires. Og vissi allt mínar ferðir og hver hefði sendt mig og hvert ég ætti að fara og að ég stend í eilífri þakkarskuld við þau hjón. María sagði okkur Matthíasi og frú Hönnu þegar ég bauð henni hingað til Íslands í þakkarskyni. Sögu sem ég gleym aldrei. Hún segir, Borges vissi að hann væri á leiðinni til Guðs og því vildi hann fara til Genfar og deyja þar og á tilteknu hóteli berið sér. Svo við fyrir þangað, segir María Kódömu, og ræðum við hótelstjórann og Borges segir bara umbúðalaust. Ég vildi gjarnan fá að deyja hér í þessu hóteli, á þessu hóteli. Ég alveg að fara að deyja, sko. Hótelstjóranum bregður við þetta og segir það lýst mér ekki vel á að fólk sé að fara að gera hótelið mitt að einhverju dauðastundafleysi, sko. Það ekki nógu sniðugt, það ekki gott fyrir businessin, skilur við. Það segir María Kódömu við hótelstjórann, vitið þér við hvað þér eru að tala? Nei, segir hótelstjórann,
Þetta nú bara frægasta skáld Ameríku, Borges. Nú, ég skal hringja, svo hringir hann eiganda hótelsins og segir hann alltaf létta og verður svo nýr maður og segir: Herra Borges, þér er velkomið að deyja hér á þessu hóteli. Bossi minn segir að það veri bara stöðu trafíkinga eftir það. Og Borges fór á loft og dó þar. María satt hjá honum og leið og það gerist að setja upp gilt skilti á hótelið og þar stóð á: Hér lést hinn heimsfrægi bla 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 Borges. Og eftir það var þetta hótel bara upphandað árum saman fram í tíman. Svona þetta nú skrítið. Já, það var sérstakur. Ég man alltaf hvernig við hittumst. Ég var að stjórna tónleikum í Buenos Aires. Að þeim loknum kemur undurfögur kona til mín með rós í hárinu, japansk í útliti og segir: Þakka nú innilega fyrir tónleikana. Ég heiti María Kodama Borges og velkomin til Argentínu og fylgdu mér. Og þetta í miðri borg og við töluðum Ísland meðan við gengum þarna yfir eitthvað gríðarlegan búlevard og þar beint á móti var listasafn og viti menn, þar voru borðar og fánar og annað sem stóð á Völundarhús Borgesar og klukkan var þá orðin hún var að nálgast miðnætti en samt var biðröð fyrir utan þetta sýningarhús eða þetta gallerí eða hvað það heitir, þetta svo Laugardalshöll skulum við segja. Og þegar maður gekk þannig inn og María var fetið framar, þá blasti við bara alveg rosalegu fjöldi af fólki og svo básar sem myndu eins konar völundarhús à la Borges. Og hún þræddi þetta völundarhús eins og hún kynnir það utanbókar og auðvitað í hjarta þess var stórt herbyggi sem var eins konar eftirlíking af bókaherbyggi Borgesar. Og þegar við nánum skoðum kemur ljós að það allt íslenska bækur. Á öllum mögulegum tungumálum. Enda maðurinn séni. Kunni öll möguleg tungumál þar á meðal íslensku. Eða eigum við að segja okkar gömlu góðu íslensku. Hann las Egils sögu af frummálinu, skulum við segja. Og nú skulum við skoða næstu mynd. Þetta nú hálfgert völundarhús. Maður átti sig ekki á þessari mynd hvað þetta sé í raun og veru. En þessi glæsilega bygging í miðri borginni, Buenos Aires. Og hýsir svona fræðasetur, institút sem helgað Borges verkum hans og fræðimönnum og listamönnum sem hafa einhvern veginn
gengið inn í hans völundarhús. Og þarna tónleikasalur og kaffetería og lestrarsalur og ég veit ekki hvað. Einu sinni var ég búinn að skipuleggja ofboðslega flotta tónleika með Sigrúnu Eðvalds, Önnu Guðný og Bryndísi Höllu, Önnu Guðný Guðmundsdóttur, með viðkomu í Washington og þarna í þessum sal og einnig með viðkomu í Mendoza upp við Klettafjöll. Íslendingar drekka fleiri 1000 lítar af Mendoza rauðvíni á ári, bæði ódýrt og alveg ofboðslega gott, bragðgott. Jæja, nema hvað, þá gerist það sem gerist nú iðulega í Argentínu, eða gerðist, að gjaldmiðill þeirra féll og það var bara kreppa með stóru kái og við verðum að aflýsa þessu ferðalagi, þessara 3 vinkvenna minna. Og það er nú eiginlega af öllum þeim ferðalögum og íslensku menningar hátíðum sem ég hef skipulagt frá Kína til Buenos Aires, þá er þetta einu skipti sem ég var að pakka hugmyndinni niður til betri, geyma til betri tíma. Þannig fórum sjóferð þá. Nú, svo kemur næsta mynd og hver er nú það? Það er sjálf María Kótama Borges. Hún var einkaritari Borgesar. Ég held að kallinn hafi skilið eiginkonuna, orðið ástfangin af Kótumu. Og ég held að argentínska þjóðin hafi aldrei getað fyrirgefið honum það. Svo virtist mér á Kótumu. Hún þurfti alltaf, hún var í stöðugu andstreymi. En enga síður að því að hún var nú einkaerfingi Borges, auðsins, að þá var hún náttúrulega í öllum stjórnum og ráðum Suður-Ameríku, í bókmennta og tónlistar og you name it. Ef hún ákvaði að gera eitthvað í Chile, þá var það bara gert í Chile, myndi ég. Og óskaplega fínleg kona, fluggreind, talaði með tungumál, nánast feimin. En hún tók mér opnum örmum í Buenos Aires eftir þessu tónleika og þetta var allt saman þaulskipulagt. Lenny vissi alveg hvað hann var að gera. Hann Lenny minn, þegar hann talaði við að öllu líkindum Maríu Kótumu og sagði ég er hérna með unga mann sem ég vil koma á framfæri við Suður-Ameríku. Og það hefði verið létt verk fyrir Maríu Kótumu. Ég eiginlega kann ekki við að segja meira hana. Ég hef verið eiginlega feimin þegar ég sé hana. Sann að sagna. Og þá fáum við okkur kaffi. Og leið og ég sest niður til þess að fá mér kaffisopa þá fríður mér í hug. Ég var nú ekki eins og hugsað það. Það sem ég ætlaði að reyna að koma út mér, tónskáldið Maríu til Alvear og Surtshelli. Gat ekki komið orðum að því þá. Þetta er nú allt í beinni útsendingu. Að Surtshelli, hann er bara
steinsnar frá Páli mínum á Húsafelli, vini mínum sem er sannu listamaður og ég kynntist í gegnum Atli Heimi og Tóra Vilhjálmsson. Síðan höfum við haldið góðu sambandi. Og við Maríu Djalvear sjálfa lagði ég kannski ekki nógu ríka áherslu á það að hún leit á sjálfa sig fyrst og síðast sem tónskáld. Hún virti sig að nóga peningum því ég heimsótti hana. Þá var nú bara eiginlega heil prentsmiðja heima í íbúðinni hjá henni og hún hafði ekki undan að fjölfalda tónverkin sín. Og Lenny Baby sem ég tók mér í munn, það var gælunafn Leonard Bernsteins. Og ég sé þetta alltaf fyrir mér í hugan, sko. Leonard Bernstein var á tónleikaferð Suður Ameríku og hefur sjálfsagt kannski lokið ferðinni í Buenos Aires og hitt þá náttúrulega óhjákvæmlega Maríu Kótomu Borges og sagt bara hreinlega við hana, ég þarf að koma manni ungum nemanda mínum á framfæri. Vilt þú ekki bara sjá það? Og Maríu hefur bara sagt já og síðan hefur hún keypt í einhverja 2-3 spotta í Ekvador og hvað þetta nú var sem ég fór strax að loknu doktorsprófi. Svo ég rifi það upp. Fólk man ekki allt þetta raus mitt. Það ætla að fá mig kaffi. Góðir hálsar. Nú ætlum við að bregða okkur í leiðangur. Aðalega í vestur og svolítið til suður. Við ætlum að hlýða á tónverk sem heitir Vínlandssögur og var samið árið 2000 af Gerald Shapiro, vini mínum og rektor tónlistarháskólans í Brown University í Rhode Island, Providence, Rhode Island. Sem hann heldur þín að reynda sjálfur fram að víkingar hafi lent þar, fyrstir manna og í öllum eyjaklasanum þar. En það er nú annað mál. En hann samdi þetta verk að minni beiðni og það er fyrir strengi, strengjasveit, ferðasveit, svona orkestra de le Bouquet og sem ætti að stinga hann í ferðartösku, eins og óperustjórinn sagði, svo frakt var. Og það var hljóðritað og frumflutt í beinni útsendingu í Riga af Filharmoníu hljómsveit Filharmoníu hljómsveitinni þar sem ég stjórnaði í 3,5 ár og það var sent út beint frá tónleikasalnum okkar sem var Wagner-salurinn. Svo tókum við upp verkið það var lettneskur leikari sem fór með rulluna sem Elningur Gíslason, vinur minn, fer með í þessar upptöku. Þessu voru útvarpað á Lettlandi. Svo var skipulögðu við Chef gríðalegt ferðalag sem var kallað Voyages árið 2000 í tilefni af 1000 frá landafundum. Og þá kom hljómsveitin, fóru við til Boston með viðkomu Keflavík of all places og þaðan fóru við niður til Rhode Island og æfðum enn meira með kór háskólans þar
og einn dag og heldur svo tónleika kvöldið og þá var Atli Heimir Sveinsson framsögumaður í stað Erlings, hann gat ekki komist með. Þetta byggir á grænlendingasögnunum tveimur sem allir þekkja, Eiríkssögu, er það ekki rétt, og Vínlandssögu og vitnar þráðbeint í þær bókmenntir. Við fylgjumst með ferðalögum í vestur og ævintýrum hér heima fyrst, Grænlandi og svo í Norður-Ameríkum. Ég ætla ekki að segja meir, en njótið þið vel. Ég vil hins vegar geta þess að höfundaréttur þessarar hljóðritunar er undirritaðs og enda koma skilti þess efnis að það sé bannað að afrita þetta eða nota þetta með nokkurum hætti án samráðs við Guðmund Emilsson og með hans samþykki. Njótið vel. Vínlands sögurnar. Þorvaldur hét maður, sonur Ásvalds Úlfssonar Öxnaþórissonar. Þorvaldur og Eiríkurinn rauði, sonur hans, fór af jaðri til Íslands fyrir víga sakir. Þá var víða byggt á Íslandi. Þeir bjuggu fyrst að Dröngum á Hornströndum. Þar andaðist Þorvaldur. Eiríkur fékk Þjóðhildar, dóttur Jörundar Úlfssonar og Þorbjargar Knarrarbringu. Réðst Eiríkur þá norðan og bjó á Eiríksstöðum hjá Vatnshorni. Sonur Eiríks og Þjóðhildar hét Leifur. Eiríkur var fundinn sekur á Þorsteinsþingi og dæmdur útlægi. Bjó Eiríkur þá skip sitt til hafs í Eiríksvogi. En hann var tilbúinn, sagðist hann ætla að leita lands þess, Gunnbjörn, sonur Úlfs kráku, hafði séð, hann rak vestur haf. Eiríkur sigldi undan Snæfellsjökli. Hann fann landið sem hann leitaði og sigldi hann suður fyrir Horn, að leita hvort það land væri byggilegt. Hann var hinn fyrsta vetur í Eiríksey. Vorið fór hann inn í Eiríksfjörð og tók sér þar bústað. Það sumar fór hann í hina vestri óbyggð og gaf hann þar mörg örnefni, en hið þriðja sumar fór hann siglandi allt norður til Snæfells og inn í Hrafnsfjörð. Síðan sneri hann við og var hinn þriðja vetur í Eiríkseyju fyrir mynni Eiríksfjarðar. Eftir sumarið fór hann til Íslands og kom skipi sínu í Breiðafjörð. Hann kallaði það land hann hafði fundið Grænland, því hann kvað fólkið myndi miklu frekar físa þangað ef landið héti vel. Bjarni sér land í vestri. Herjólfur Bárðarson bjó fyrst á Drepstokki. Þorgerður hét kona hans, en Bjarni sonur þeirra var hinn efnilegasti maður. Frá unga aldri hafði hann viljað fara utan. Varð honum gott bæði til fjár og mannvirðingar. Og var hann sinn hvorn veturinn ýmist utanlands eða með föður sínum. Brátt eignaðist hann sitt eigið kaupskip.
Hinn síðasta vetur Bjarni var í Noregi, þá brá Herjólfur til Grænlandsferðar með Eiríki rauða og seldi hann þá allt sitt á Íslandi. Sumarið eftir kom Bjarni skipi sín á Eyrar faðir hans hafði lagt af stað vorið áður. Þau tíðindi þóttu Bjarna mikil, en sagðist þó halda uppi siðvenju sinni og þykja að föður sínum veturvist ef áhöfn hans vildi honum fylgja. Allir kváðust hans ráðum fylgja vilja. Þá mælti Bjarni: óvitrulegt mun þykja að fara í þessa ferð, því enginn okkar hefur siglt til Grænlands. En þó halda þau nú í haf og sigldu í 3 daga, þar til landið var í sjónmáli. En þá tók byrinn af og lagði á þoku, og vissu þeir eigi hvert þeir fóru og skipti það mörgum dægurum. En þeir sáu til sólar, reistu þeir segl, og eftir dags siglingu sáu þeir til lands. Þeir ræddu saman hvaða land þetta væri. Bjarni kvaðst hyggja að þetta myndi ekki vera Grænland. Síðan sigldu þeir 2 daga áður en þeir sáu annað land. Menn Bjarna spyrja hvort hann ætlaði að þetta væri Grænland. Hann kvaðst eigi heldur ætla að þetta væri Grænland en hið fyrra, því jöklar eru miklir sagðir á Grænlandi. Hann bað þá vinda segl og svo var gert, og settu fram stafn frá landi og sigldu í haf í 3 daga og sáu þeir þá land hið 3. Þeir lögðu eigi segl en héldu með landinu fram hinn sama byr. En veður óx í hönd og bað Bjarni þá menn sína eigi sigla meira, en bæði dygði vel skipið þeirra og reiða. Sigldu þeir nú 4 dægur. Þá sáu þeir hið 4. Þá spurðu þeir Bjarna hvort hann ætlaði þetta vera Grænland eða eigi. Bjarni svarar: þetta líkast því mér sagt frá Grænlandi, og hér munum vér að landi halda. Svo gera þeir og taka land undir einhverju nesi að kveldi dags. Frá Þorbjörgu spákonu. Í þann tíma var hallæri mikið á Grænlandi. Höfðu menn fengið lítið fang, þeir í veiðiferðir höfðu farið, en sumir komu ekki aftur. Sú kona var þar í byggð Þorbjörg hét. Hún var spákona og var kölluð Lítilvölva. Býður Þorkell á Herjólfsnesi spákoninni heim
og henni þar vel fagnað sem síður var til. Var henni búið hásæti og lagt undir hana hægindi, þar skyldi í vera hænsnafiður. En hún kom kveldið og sá maður móti henni var sendur, þá var hún svo búin. Hún hafði yfir sér tugla möttul bláan og var hann settur steinum allt í skaut ofan. Hún hafði á hálsi sér glertölur, lampskinskofra svartan á höfði og við innan kattskinn hvít. Og hún hafði staf í hendi og var á knappur. Hann var búinn með messingu og settur steinum ofan knappinn. Hún hafði sig hnjósku linda og var þar á skjóðu pungur mikill og varveitti hún þar í töfur sín þau hún þurfti til fróðleiks að hafa. Hún hafði á fótum kálfskins skúa loðna og þvengi langa og á tinnknappar miklir á endunum. Hún hafði á höndum sér kattskins glófa og voru hvítir innan og loðnir. Borð voru tekin upp kveldið og frá því að segja hvað spákonunni var matbúið. Henni var gerður grautur af kýðamjólk og matbúin hjörtu úr öllum kyggvendum dýra þeim þar voru til. Hún hafði messingarspón og hníf tannskeftan tvíhólkaðan af eyri og var brotinn af oddurinn. En morguninn að áliðnum degi var henni veittur sá umbúningur sem hún þurfti að hafa til að fremja seiðinn. Hún bað og fá sér konur þær kynni fræði það sem til seiðsins þarf og varðlokur hétu. Þá segir Guðríður: hvorki ég fjölkunnug né vísinda kona, en þó kenndi Halldís fóstra mín mér á Íslandi það kvæði hún kallaði varðlokur. Þorkell segir: þá ertu happ fróð. Slóu þá konur upp hring hjallinn, en Þorbjörg sat á uppi. Hvað Guðríður þá kvæðið svo fagurt og vel að enginn þóttist heyrt hafa með fegri rödd kvæði kveðið sá þar var hjá. Spákonan þakkar henni kvæðið. Hún hvað margar þær náttúrur nú til hafa sótt og þykja fagurt að heyra kvæðið var svo vel flutt. Áður vildu við oss skiljast og enga hlýðni oss veita. En mér nú margir þeir hlutir auðsýnir áður voru duldir. En ég kann þér það að segja, Þorkell, að hallæri þetta mun ekki haldast lengur en í vetur og mun batna árangur sem vorar. En þér, Guðríður,
skal ég launa í hönd liðsinni það oss hefir af þér stað. Því að þín forlög mér nú all glögg sæ. Þú munt gjavorð fá hér á Grænlandi, það sæmilegast þó að eigi endist það til lengdar. Því vegir þínir liggja út til Íslands og mun þar koma frá þér bæði mikil ætt og góð og yfir þínum kinnkvíslum skína bjartari geislar en ég hefi megin til að geta slíkt vandlega séð. Enda far þú nú heil og vel, dóttir. Leifur fann Vínlandið góða. Var nú mikil umræða landaleitan. Leifur, sonur Eiríks rauða, fór á fund Bjarna Herjólfssonar og keypti skip af honum og réð til hásetta svo að þeir voru hálfur fjórði tugur manna. Nú bjuggu þeir þá skip sitt og sigldu í haf. Fundu þeir þá það land fyrst, þeir Bjarni fundu síðast. Þar siglaðu þeir að landi og köstuðu akkjurum og skutu báti og fóru á land. Sáu þeir eigi gras. Jöklar miklir voru allt í það efra, en sem ein hella væri allt til jöklana frá sjónum og sýndist þeim það land vera gæðalaust. Þá mælti Leifur: Nú mun ég gefa nafn landinu og kalla Helluland. Síðan fóru þeir til skips og fundu land annað. Það land var slétt og skógi vaxið og sandar hvítir víða þar sem þeir fóru og ósæbratt. Þá mælti Leifur: Af kostum skal þessu landi nafn gefa og kalla það Markland. Fóru þeir síðan aftur til skips sem fljótast. Nú sigla þeir þaðan í haf, landnyrðingsveður, og voru úti 2 dægur áður þeir sáu land á ný. Þeir sigldu að landi og komað ei einni lá norður af landinu. Gengu þeir þar upp og sáust í góðu veðri og fundu það að dögg var á grasinu og varð þeim það fyrir að þeir tóku höndunum sínum í döggina og brugðu í munn sér og þóttust ekki jafn sætt kennt hafa sem það var. Meira var þar jafndægri en á Grænlandi eða Íslandi. Sól hafði þar eyktarstað og dagmálastað skammdegi. Hvort
Ekki skorti það lax í ánni í vatninu og stærri lax en þeir höfðu fyrr séð. Þar var svo góður landkostur að þar myndi engi fénaður fóður þurfa á vetrum. Þar komi engin frost á vetrum og lítt rénuðu þar grös. Leifur mælti við föruneyti sitt. Nú vil ég stifta láta liði voru í 2 staði. Annar helmingur skal kanna landið, en helmingur liðs skal vera við skála heima, lesa vínber eða höggva við, svo að það verði farmur til skips míns, og þetta ráð var tekið. Svo sagt að eftirbátur þeirra var fullur af vínberjum. Nú var höggvinn farmur á skipið og voraði, þá bjuggust þeir og sigldu burt og gaf Leifur nafn landinu eftir landkostum og kallaði Vínland. Karlsefni í Vínlandi. Þorfinnur Karlsefni hét sonur Þórðar hesthöfða. Móðir Þorfinns hét Þórunn. Karlsefni var stórauðugur maður og af göfugum ættum úr Skagafirði. Enn var sama umræðan á Vínlandsför sem fyrr og fýstu menn Karlsefni mjög þeirrar ferðar, bæði Guðríður og aðrir menn. Nú var ráðinn ferðans og réðan sér skipverja 60 karla og konur 5. Þann máldaga gerðu þeir Karlsefni og hásetar hans að jöfnum höndum skildu þeir hafa allt það þeir fengi til gæða. Þeir höfðu með sér alls konar fénað því að þeir ætlaði að byggja landið ef þeir mættu það. Síðan héldu þeir í hafskipinu og komu til Leifsbúða með heilu og höldnu og báru þar upp húðföt sín. Það var einn morgun þeir Karlsefni sáu fyrir ofan rjóðurinn flekk nokkur sem glítraði við þeim og æptu þeir á það. Það hrærðist og var það innfætingur og skaust ofan á þann árbakkan sem þeir lágu við. Þorvaldur Eiríksson rauða satt við stýri og skaut innfætingurinn í smáþarma honum. Þorvaldur dró út örina og mælti: Feitt ístruna. Gott land höfum við fengið kostum, en þó megum við varla njóta. Þorvaldur dó af sári þessu litlu síðar. En vora tók sáu þeir einn morguninn snemma að fjöldi húðkeipa réri sunnan fyrir nesið, svo margir að sem kolum var í stráð yfir hópinn, var þá veift af hverju skipi trjánum. Þeir Karlsefni brugðu skjöldunum upp og stemdu að þeim. Skrælingjar hlupu af skipum og gengu síðan þeir saman og börðust. Var þar skotrið hörð, því að skrælingjar höfðu valslöngur. Við þetta sló ótta miklum á Karlsefni og allt lið hans, svo að þá fýsti einstis annars en að flýja og halda undan upp með ánni. Og léttu þeir eigi fyrir þeir komu til Hamra nokkura og veittu þar viðtöku harða.
Freydís kom út og sá að þeir Karlsefni héldu undan og kallaði: Hví rennið þér undan þessum auðvirðismönnum, svo gildir menn sem þér eruð? Mér þætti sem þið mættu drepa þá niður svo sem búfé, og ef ég hefði vopn þætti mér sem ég skyldi betur berjast en einhver yðar. Þeir gáfu engan gaum hennar orðum. Freydís vildi fylgja þeim og varð seinni því að hún var eigi heil. Gekk hún þó eftir þeim í skóginn en skrælingjar sækja að henni. Hún fann fyrir sér manndauðan og stóð hellusteinn í höfði honum. Sverðið lá bergt í hjá honum, tók hún það upp og býst að verja sig. Þá komu skrælingjar að henni. Hún dró þá út brjóstið undan klæðunum og slepptir á beru sverðinu. Við þetta óttast skrælingjar og hlupu undan á skip sín og reru í brott. Þorfinnur Karlsefni fær Guðríðar. Þorfinnur var í kaupferðum og þótti góður fardrengur. Eitt sumar býr hann skip sitt og ætlar til Grænlands. Snorri Þorbrandsson fer með honum úr Álftafirði og voru 40 manna á skipi. Ekki það getið hversu langa útivist þeir höfðu, en frá því að segja að bæði skip þeirra komu á Eiríksfjörð haustið. En dró að jólum var búið til jólaveislu. Veislan var hinn sæmilegasta, svo að menn þóttust aldrei hafa séð eins mikla rausn. Eftir jólin vekur Karlsefni bónorð fyrir Eiríki Guðríði, því honum leist sem hann mundi forræði á hafa. Eiríkur svaraði vel og segir að hún mun sínum forlögum verða að fylgja og hvers góða eina frétt af honum hafa. Og lauk svo að Þorfinnur festi Guðríði og var þá aukin veislan og drukkið brúðlaup þeirra. Og voru þau í Brattahlíð veturinn. Nú siglir Karlsefni í haf og kom skipi sínu fyrir norður í Skagafjörð. Og
og var þar uppsett skip hans veturinn. En vorið keypti hann Glaumbæjarland og gerði bú á og bjó þar meðan hann lifði og var hið mesta göfugmenni. Og margt manna frá honum komið og Guðríði konu hans og góður ættbogi. Og Karlsefni var andaður, tók Guðríður við búvarðveislu og Snorri sonur hennar fæddur var á Vínlandi. Og Snorri var kvangaður, þá fór Guðríður utan og gekk suður. Og hún kom aftur til Snorra sonar síns, hafði hann látið gera kirkju í Glaumbæ. Síðan varð Guðríður nunna og einsetu kona og var þar meðan hún lifði. Og hefur Karlsefni gerst sagt allra manna atburði ferðir þessar allar. Nú nokkuð orði á komið.